Það að birta til. Með samstilltu átaki höfum við náð árangri. Það hefur tekist að hemja verðbólguna og auka kaupmátt heimilana. Ársverðbólga undir 2% og undir 0,5% án húsnæðis. Markmið síðustu kjarasamninga hafa náðst og gott betur. Það eru góðar fréttir því verðlag nú stöðura en í heilan áratug. Hóflegar launahækkanir hafa fært okkur lága verðbólgu og aukið kaupmátt launa. Minna hefur reynst meira og við getum haldið áfram á sömu braut ef haldið rétt á spilunum. Við þær aðstæður ættu vextir að lækka enn frekar. Stýrivextir Seðlabankans nærri 40 sinnum hærri en í Evrópu. Íslensk heimil og fyrirtæki greiða 200 milljarða króna á ári aukalega vegna gífurlegs vaxtakostnaðar. Það jafn mikið og öll útgjöld ríkisins til heilbrigðis og menntamála. Fyrir 200 milljarða væri líka hægt að byggja 5.000 íbúðir á ári. Ef vextir lækka verður meira eftir á laununum og lífskjör allra verða betri. Það eru bjartir tímar framundan ef við vinnum saman og leggjum grunn að betra samfélagi. Laun á Íslandi hafa hækkað þrefalt meira í viðskiptalöndum okkar á síðustu 7 árum en það hefur raun engu skilað. Kaupmáttur launa í dag minni en 2006 og ástæðan einföld. Of miklar launahækkanir hafa valdið verðbólgu sem hefur étið upp ávinninginn. Norðurlöndin hafa farið aðra leið og bætt lífskjör með hóflegri hækkun launa. Við eigum val hvert leið okkar liggur. Íslensk heimili skulda 2.000 milljarða. Hvert prósentustig verðbólgunar leggur 20 milljarða byrði á heimilin en 1% hækkun launa skilar heimilunum 5 milljörðum króna eftir skatta. Ávinningur heimilana af hjöðnun verðbólgu upp á 1% því 4-falt meiri en af 1% launahækkun. 7 af hverjum 10 landsmanna hafa miklar áhyggjur af verðbólgunni og það orðið tímabært að kveða hana niður. Það hægt og það til mikils að vinna. Seðlabankinn telur að 2% launahækkun muni hafa mjög jákvæð áhrif. Vextir verða lægri, fjárfestingar taka við sér og hagvöxtur eykst. Tekjur heimilana verða meiri eftir 2 ár með minni launahækkunum vegna aukinnar atvinnu. Þetta einfalt. Það þarf samstillt átak til að vinna bug á verðbólgunni og halda aftur af verðhækkunum. Það þarf þjóðarsátt betri lífskjör.